Talsmaður alþjóðlegra dýraverndarsamtaka furðar sig á aðgerðaleysi íslenskra yfirvalda vegna slæmrar meðferðar á blóðmerum. Samtökin krefjast þess að blóðmerahald verði bannað. Menntamálaráðuneytið hefur samið við Tækniskólann að taka við nemendum Kvikmyndaskóla Íslands sem gjaldþrota. Mikil óánægja ríkir meðal nemenda skólans. Bandaríkjamenn og Íranar segjast hafa átt uppbyggilegar viðræður kjarnorkuáætlun Írans í dag. Forseti Bandaríkjanna segir hernað koma til greina, takist ekki samningar. Starfsfólk frú Ragnheiðar á Akureyri segir heimilisleysi færast í aukana hjá vímuefnanotendum í bænum. Sveitarfélagið telur opnun gistiskýlis ekki ákjósanlega lausn. Ráðist verður í miklar endurbætur á íþróttahöll Fjarðabyggðar á næstunni. Húsið hefur legið undir skemmdum og þakið lekur. Gott kvöld. 4 ungir menn liggja á gjörgæsludeild Landspítalans eftir bílslys á Siglufjarðarvegi sunnan við Hofsós í gærkvöldi. Slysið varð á 9. tímanum. Bíll þeirra fór út af veginu við Grafará. Einn var fluttur með þyrlu til Reykjavíkur en hinir 3 með sjúkraflugvél. Hópur ungmenna 30 manns sem var á leið í samkvæmi á Hofsósi var á vettvangi þegar lögregla kom á staðinn. Þeim var fylgt í húsnæði björgunarsveitarinnar Grettis á Hofsósi þar sem lögregla, björgunarsveit og áfallateymi Rauða krossins hlúði að þeim. Verið er að rannsaka tildrög slyssins. Eftirlitsdýralæknir á vegum Ísteka sjást á myndskeiðum berja og margstinga fylfullar merar að sögn dýraverndarsamtaka sem tóku myndirnar. Samtökin ætla að kæra atvikindur lögreglunar og blöskrar að MAST skuli ekki gera það. Sabrina Gurtner starfar fyrir alþjóðleg dýraverndarsamtök sem náðu myndum af merum í blóðtöku í fyrra haust. Hún segir myndskeiðin sýna að ekkert hafi breyst til hins betra varðandi blóðtökur fylfullra mera, þrátt fyrir harða gagnrýni, mikla umfjöllun og loforð umbætur síðustu árin. Brutal force is being used to take blood from these semi-wild horses. They are being beaten, they are being kicked, they are whipped, they are driven by force into small boxes. It's not once that they experience it. They have to experience this once a week and this leads to a repeated traumatization of the horses. Sabrina segir að ill meðferð á hryssum hafi náðst á myndband á öllum 9 blóðtökustöðunum sem leynimyndavélum hafi verið komið fyrir á. So it's not just one person mistreating the horses, it's not an exception or an individual case, it's systematic abuse of these horses. Did you investigate random farms or did you sort out the suspicious ones? These farms were selected totally randomly. Samtökin krefjast þess að blóðtaka á fylfullum hryssum verði bönnuð hið snarasta. Jafnvel þótt blóðtakan gangi átakalaust fyrir sig sé dýranýð að taka 5 lítra af blóði vikulega úr fylfullri meri. And this is far much more than international guidelines would allow for non-pregnant mares, for non-pregnant horses. And these mares in Iceland, they are both pregnant and lactating. Hún segir framkomu eftirlitsdýralækna á vegum Ísteka graf alvarlega. Þeir hafi snúið sér undan þegar hryssurnar voru barðar. And even worse, some of the vets mistreated mares themselves. Þeir hafi sparkað í merarnar og þá hafi óreyndir læknar stungið í háls báðu megin. This is very, very dangerous. To puncture both sides of the neck and lead to shock, and it could be fatal. I did not see any scene where a vet would step in and say, no, don't treat the mare like that. MAST hefur lokið rannsókn sinn á myndböndunum og greint eitt alvarlegt frávik. MAST hyggst ekki tilkynna málið til lögreglunar, en það hyggjast alþjóðlegu dýraverndarsamtökin gera. So we are going to send the complaints directly to the police in case MAST is not taking any action. Forsvarsmenn Ísteka vildu ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins. Útlit fyrir að starfsemi Kvikmyndaskóla Íslands leggist af en Menntamálaráðuneytið hefur samið við Tækniskólann að taka við nemendunum. Skólameistari Tækniskólans segir námið falla vel að starfsemi skólans. Rektor Kvikmyndaskólans ekki jafn sannfærður og sakar ráðuneytið valdníðslu. Kvikmyndaskóli Íslands gjaldþrota og starfsfólk hefur ekki fengið greidd laun.
Stjórnendur skólans höfðu vonast eftir aðkomu ríkisins til að bjarga honum, en í gær varð ljóst að ekkert verður af því. Menntamálaráðuneytið hefur leitað til Tækniskólans að bjóða nemendum upp á áframhaldandi nám, svo þeir geti útskrifast. Jafnframt verður hafin vinna við nýjar námsbrautir í kvikmyndagerð innan Tækniskólans. Þetta á að passa vel inn, við buðum lengi upp á nám í kvikmyndatækni og byggðum upp braut á sínu tíma. Þannig að með góðri aðstoð, góðs fólks úr kvikmyndaiðnaðinum, þá held ég að okkur eigi að vera mjög vel gerlegt að gera þetta og gera það vel. Hlín Jóhannesdóttir, rektor kvikmyndaskólans, sendi frá sér yfirlýsingu í gærkvöldi þar sem þessum áformum mótmælt. Í samtali við Fréttastofu sakar hún ráðuneytið valdníðslu og skilningsleysi þegar kemur að sérstöðu kvikmyndagerðar. Hún óttast að sérþekking glatist enda sé kvikmyndagerð listgrein frekar en iðn. Skólameistari Tækniskólans segir hins vegar að þar á bæ sé ekki aðeins boðið upp á iðnnám, heldur ýmiss konar listnám, svo sem ljósmyndun og grafíska hönnun. Það eru margir sem halda við séum hreinn iðnskóli en svo alls ekki. Tækniskólinn heldur á mánudag upplýsingafund með nemendum og hildur á von á að í kjölfarið setji stjórnendur sig í samband við kennara úr kvikmyndaskólanum. Við munum ekki gera þetta einn, við þurfum að ráða til okkar fagfólk úr kvikmyndaiðnaðinum og það fyrsta sem við munum gera, auk þess að taka vel utan nemendur, og það er að kanna áhuga starfsfólks hjá kvikmyndaskólum til að starfa með okkur og vinna áfram að svona framgangi námsins og velferð nemenda. Já, en hér hjá mér eru þær Katrín og Elva, þær eru í stjórn nemendafélags kvikmyndaskólans. Stelpur, hvernig svona líst nemendum á þessi áform? Nemendur eru náttúrulega bara mjög spældir og þetta eru gríðarleg vonbrigði. Við náttúrulega völdum þennan skóla upp á þekkingu þeirra og reynslu og ég meina rúmur helmingur af kvikmyndabransa-geiranum kemur úr kvikmyndaskólanum. Og nú þessi ákvörðun verið tekin. Hvert var svona samráðið við nemendur? Það var nánast sem ekkert. Við og kennarar fengum að vita þetta bara klukkan 14 á föstudeginum að við myndum vera að fara í Tækniskólann. Nú, þessi skóli er náttúrulega gjaldþrota, þannig að eitthvað þarf að gera, ykkur líst ekki á þessi áform. Já, hvað hefðu þið viljað sjá? Hvernig hefðu þið viljað sjá að námið yrði, að framhaldið yrði á því? Ég vil sjá tillögu skólans og rafiðnaðarsambandsins síða í gegn. Það var tillögan sem var hefnað núna á föstudaginn. Þau ætluðu að styrkja skólan og taka yfir hann, en það bara stoppaði í ráðuneytinu. Og var ekkert af því? Lítur ekki út fyrir að vera, en við viljum sjá það fara í gegn. Það skiptar skoðanir á þessu, en það er allavega ljóst að nemendur eru ekki sáttur við þessi áform. Við látum þessu lokið héðan af Suðurlandsbrautinni. Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Við höldum út í heim. Bandaríkjamenn og Íranar áttu fund í gegnum milliliði í dag kjarnorku áætlun Írans. Forseti Bandaríkjanna hefur hótað hernaði gegn Íran, beri viðræðurnar ekki ávöxt. Fundurinn í dag var haldinn í Óman og er sá fyrsti sem Bandaríkjamenn og Íranar eiga í fleiri ár. Utanríkisráðherra Írans kom fyrir þeirra hönd til að undirstrika mikilvægi viðræðnanna. Markmið Bandaríkjanna er skýrt, að Íran láti af öllum tilraunum sínum til að koma sér upp kjarnorkuvopnum. Það segjast Íranar alls ekki hafa í hyggju, en alþjóða kjarnorkumálastofnunin er þó ekki sannfærð. Markmið Írana er líka skýrt, að reyna að semja afnám viðskiptaþvingana gegn sér til þess að glæða efnahag landsins lífi, en þeir virðast þó stilla væntingum í hóf. اگر اراده کافی در طرفین وجود داشته باشه ما در مورد جدول زمانی هم تصمیم میگیریم ولی هنوز زوده در این خصوص صحبت کرد. Kjarnorkuver voru reist í Íran á 7. og 8. áratugnum þegar Reza Pahlavi keisari sem naut stuðnings Vesturlanda var enn við völd. Eftir byltinguna 1979 urðu kjarnorku áform Írana þó að þyrni í augum Vesturlanda. Alþjóðlegum viðskiptaþvingunum var beitt en þeim síðan aflétt 2015 með Írans samningunum svokölluðu sem fjölmörg ríki undirrituðu. Trump var kjörinn ári síðar og 2018 sagði hann Bandaríkin úr samningnum af ótta við að Íranar myndu nýta sér afléttingu viðskiptaþvingana til að fjármagna kjarnorku áætlun sína. Í dag beita Bandaríkjamenn Írana viðskiptaþvingunum sem Íranar vilja gjarnan losna undan. En það er þó fleira sem hangir á spýtunni ef þeir fara ekki að kröfum Trumps og semja. Well, they can't have a nuclear weapon. Did you mean military action though if they don't agree? Oh, if necessary? Absolutely, yeah. Íranar og Bandaríkjamenn segja að fundir dagsins hafi verið uppbyggilegir
og sammæltust að funda aftur síðar. Formaður Samfylkingarinnar boðaði stórfellda innviða uppbyggingu í stefnuræðu sinni á landsfundi flokksins sem lauk síðdegis. Fundinum lauk með hátíðardagskrá þar sem 25 ár eru frá stofnun flokksins. Landsfundurinn bar þess skýrmerki að Samfylkingin komin í ríkisstjórn að nýju í fyrsta skipti síðan 2013. Iðulega var vísa til verkstjórnar Kristrúnar Frostadóttur, bæði í ræðu formannsins og í stjórnmálaályktun fundarins. Kristrún boðaði stór aukna fjárfestingu í heilbrigðiskerfinu og innviðum. Hrundið verði af stað sérstöku þjóðar átaki í umönnun eldra fólks með uppbyggingu hjúkrunarheimila. Miklu fé verði varið í vegasamgöngur og byrjað verði að bora jarðgöng á ný með stofnun sérstaks innviðafélags. Þetta verði fjármagnað með auðlindagjöldum á sjávarútveg, laxeldi, orkuöflun og ferðaþjónustu. Þetta spurning að þora og að gera og það verður ekki alltaf auðvelt, en við ætlum að gera þetta. Kristrún sagði að flokkurinn megi aldrei verða varðhundur kerfisins. Því fólki í landinu finni fyrir því að kerfið sé ekki að virka, opni það dyrnar fyrir öfgaöflum. Ríkið verður að virka og pólitíkin má ekki skiptast á milli tveggja jaðra. Annars vegar þeirra sem eru lengst til hægri og vilja ekki að ríkið virki og hins vegar vinstri flokkar sem verja alltaf ríkið því þeir þora ekki að hrista upp í kerfinu. Starfsmenn Frú Ragnheiðar á Akureyri segja að neyðarúrræði skorti í bænum fyrir heimilislaust fólk. Sveitarfélagið telur ekki þörf á að opna gistiskýli. Hjúkrunarfræðingarnir Edda og Berglind hafa staðið vaktina á skaðaminkunarbílnum Frú Ragnheiði á Akureyri árabil. Með allt sem þarf til að sprauta sig nema þetta efnin. Eru svona kúkkerar sem þau leysa upp efnin og það sem við leggjum mikið upp úr það að þykja nálaboks. Tilgangurinn skýr, að takmarka skaða sem þeir sem nota vímuefni í æð valda sér eða öðrum með neyslunni. Í bílnum myndast náin tengsl við þá sem þangað leita og oftar kemur fyrir að fólk tjái hjúkrunarfræðingunum að það hafi ekki húsaskjól. En þetta líka kannski pínu erfitt að fólki svona pínu faraldsfæti. Það kannski með lögheimili Reykjavík en kemur tímabundi hingað til Akureyrar og lendir þá í vandræðum. Og svo má kannski benda það að fólk kannski með félagslegt úrræði með öðrum eða í nálægð við aðra og þá kemur eitthvað upp á og þá erfitt fyrir þau að vera heima á sér. Akureyrarbær vinnur eftir stefnu sem kölluð húsnæði fyrst og snýst að fólk með fjölþættan vanda eins og virkir vímuefnanotendur fái varanlegt húsnæði. Bærinn hefur á sínum snærum 4 smáhýsi og 17 íbúðir fyrir þennan hóp. Fleiri smáhýsi eru á teikniborðinu en alls óvíst hvar og hvenær þau rísa. En heimilisleysi vandamál á Akureyri? Það einhver sem heimilislausir en það engin á götunni. Það einhver sem ekki þeirri búsetu sem hann myndi kjósa að vera í og það eitthvað sem þarf að bregðast við. Bærinn hefur leigt herbergi á gistiheimilum fyrir fólk í neyð en viðurkennir að það þurfi að skoða aðrar lausnir. Það möguleiki að við þurfum að fara að finna, vera með á okkar snærum kannski eins konar gistiskýli sem samt ekki gistiskýli, heldur bara úrræði sem einstaklingur geta leitað í þá eina nótt og þá ég ekki að tala fyrir hópa, ekki fjöldamanns á sama tíma. Hópstjórar í Frú Ragnheiði segja áríðandi að bregðast við. Það vanti almennilegt neyðarúrræði og þær vilja gistiskýli. Og ég held bara að til þess að fá einhver raunhæfa tölu á hvort þetta sé að fara að virka eða ekki, bara að prófa þetta. Og ég held að það sé. Við gerðum með þennan bíl, við vissum ekki hvort einhver kæmi. Og búnaðurinn í Frú Ragnheiði segir sína sögu. Við erum alltaf með svefnpoka og oft tjöld, útilegustóla og það sem þarf svona til að gista úti. Það oft þarf fyrir það, sérstaklega á sumrin. Fjarðabyggð ætlar að ráðast í miklar endurbætur á Fjarðabyggðarhöllinni. Þakið á þessu stærsta íþróttamannvirki Austurlands tærist upp og lekur. Austfirðingar eiga í sumar kvennaliði í bestu deild og þjálfarinn segir gott að losna við kulda og jafnvel klaka af vellinum. Það að hefjast æfing hjá meistaraflokki FHL í sameinuðu liði Fjarðabyggðar, Hattar og Leiknis. Liðið varð í efsta sæti í lengjudeildinni í fyrra og hópurinn spenntur að takast á við þær bestu í bestu deild. Hlökkum ógeðslega mikið til, erum bara með blanda af mjög ungum leikmönnum og bara svona reynslu miklum svona kjarna og svo erlendur leikmennum sem fáum til að styrkja okkur. Heimavöllurinn góður
En húsið utan völlin hefur hrörnað mjög á allt of stuttum tíma. Þakjárnið á Fjarðabyggðarhöllinni á Reyðarfirði tærist upp og húsið ekki orðið 20 ára. Þakið lekur og það veldur þeim vandræðum að í vetrartímann að þegar það frystir þá náttúrulega verður klaki á sumstöðum í höllinni og það bara stórhættulegt. Og það gott að losna við það. Lausn fannst og húsið verður einangrað með kvóðuplötum sem hafa þann kost að vera léttar. Þá þarf ekki að styrkja burðin og kostnaður viðráðanlegur. Fjarðabyggð fjármagnar þennan fyrsta áfanga á þessu ári með fyrirvara að brunavottun fáist. Næsti áfangi verður að koma upp kyndingu gegn kuldanum sem höllin fræg fyrir. Húsið úr stáli, drekkur í sig kulda og jafnvel kaldara inni í húsinu sem hefur verið nefnt frystikistan. Hér hefur verið ansi kalt á veturnar, vel yfir 10 stiga frost oft. Það hafa oft verið móti yfir vetrartíman hérna en vegna kulda þá hafa þau hreinlega bara ekki verið aðsóknarverð. Við sjáum fram á að það sé verið að fara að bæta það og aðstæðan verður töluvert betur og nýtist mun betur og jafnvel góða fjölgun á iðkendum þegar við náum að einangra og loka húsinu. Samsýning 16 íslenskra listamanna var opnuð í Brussel í dag. Öll eiga þau það sameiginlegt að búa í Belgíu og starfa þar að list sinni. Sumir búsett í Brussel, önnur í Antwerpen, Gent og víðar í Belgíu. En verk þessara 16 íslensku listamanna eru núna til sýnis í listasetri í Watermael-Botsfort hverfinu í Brussel að frumkvæði Kristjáns Andra Stefánssonar sendiherra í Belgíu. Hann og þekktur belgísku listamaður Gauthier Hubert settu þessa sýningu saman til að vekja athygli á verkum hópsins. Yeah, they have this, I think by visiting all the studios, they have this kind of storytelling and interest for the texture, for the strength, for the kind of strength inside the work, something that you not necessarily visualize, but in simplicity that is containing some tension that are always coming out at one moment in the work. Verkin eru fjölbreytt og féll í góðan jarðveg hjá gestum sem sóttu þessa opnun í dag. Sýningin tengist svo stærri viðburði í Brussel síðar í apríl. The show actually is in a house that is the house of a couple that are art collectors, contemporary art collectors, and they welcome an Icelandic artist as a resident the last 2 months. And the prolongation of this residency is this exhibition. That will be followed by the event of Art Brussels. It's the main art fair of contemporary art in Brussels. And of course, this exhibition has been included in the program, the VIP program of the fair. Óvenjuleg keppni var haldin á Skagaströnd í vikunni, þar sem leik- og grunnskólabörn voru hvött til þess að leita að fyrstu lóunni og taka mynd af henni. Elís Valtísson náði fyrstu myndinni rétt fyrir klukkan 3 á þriðjudag og rúmum klukkutíma síðar fann Hafdís Hrefna Birgisdóttir aðra lóu og náði að smella af henni mynd. Krakkarnir fengu vegleg verðlaun fyrir framtakið, bækur og páskaegg. Og áttu myndavél eða hvernig tókstu myndina? Ég tók myndina með símanum hans pabba minns. Haldið að lóurnar séu hérna ennþá? Já, ég held það. Og finnst ykkur skemmtilegt að lóurnar að koma? Já. Hvað er uppáhaldsfuglinn ykkar? Æðarkolla og lóa. Keppendur frá 25 framhaldsskólum taka þátt í söngkeppni framhaldsskólana í Háskólabíó í kvöld. Keppnin verður í beinni útsendingu hér í sjónvarpinu strax á eftir íþróttum og veðri. Og kynnar eru þau Jóna Margrét Guðmundsdóttir og Ágúst Þór Brynjarsson. Hvað segir þið krakkar, allt til reiðu fyrir kvöldið? Það alltaf verið að klárt hérna í Háskólabíó. Keppendur búin að fara í hár á förðin og það bara svona verið að fínpússa restina. Við Ágúst horfðum á General áðan og þetta allt stór hæfileikaríkir krakkar og já, ég verð að fá að segja, öll siguratriði. Já, það gríðarlega svona spenna hérna í Grænaherberginu og við erum með 25 framhaldsskóla allstaðar á landinu sem ætla að keppa hér í kvöld og við erum með stórkostlega dómnefnd ásamt 50% símakosningu og hvetjum við alla að fylgjast með og kjósa ykkar uppáhaldsatriði. En já, það er mikil spenning hérna, mikil spenna og við ætlum aðeins að svona heyra í okkar liði, sjá hvernig þið eru stemt, ef við ekki bara taka púlsinn á þeim með það. Keppendur, hvernig er stemmingin fyrir kvöldinu?
Þau eru í góðum feeling, söngkeppni framhaldsskólanna klukkan 19:45 hér rétt á eftir. Takk fyrir þetta Jóna Margrét og Ágúst Þór og góða skemmtun í kvöld. Og þá að veðri. Það gengur á í norðan hríð á norðaustanverðu landinu á morgun með gulri viðvörun. Búast má við lélegu skyggni og versnandi akstursskilyrðum, einkum til fjalla. Búist yfir norðan stormi undir Vatnajökli og þar er einnig gul viðvörun. Norðan strekkingur annars staðar og él á Vestfjörðum en þurrt á Suðvesturlandi. Það kólnar heldur í veðri. Veðurspáin öll hér rétt á eftir íþróttafréttum, sjáum hvað þar verður á boðstólum. Íslandsmótið í sundi fer fram helgina í Laugardalslaug. Íslandsmetin hafa fallið eitt af öðru á mótinu. Elsta skíðagöngumót Íslands, Fossavaðsgangan, var haldin á Ísafirði í dag. Keppendur fengu fínar aðstæður. Við lítum við í landskeppni í loftskammbyssu skotfimi og við komum víða annar staðar við í íþróttum hér eftir fréttir. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Talsmaður alþjóðlegra dýraverndarsamtaka furðar sig á aðgerðarleysi íslenskra yfirvalda vegna slæmrar meðferðar á blóðmerum. Samtökin krefjast þess að blóðmerahald verði bannað. Menntamálaráðuneytið hefur samið við Tækniskólann að taka við nemendum Kvikmyndaskóla Íslands sem er gjaldþrota. Nemendur skólans eru ósáttir og gagnrýna ráðuneytið fyrir samráðsleysi. Bandaríkjamenn og Íranar segjast hafa átt uppbyggilegar viðræður kjarnorkuáætlun Írans í dag. Forseti Bandaríkjanna segir hernað koma til greina, takist ekki samningar. Starfsfólk Frú Ragnheiðar á Akureyri segir heimilisleysi færast í aukana hjá vímuefnanotendum í bænum. Sveitarfélagið telur opnun gistiskýlis ekki ákjósanlega lausn. Ráðist verður í miklar endurbætur á íþróttahöll Fjarðabyggðar á næstunni. Húsið hefur legið undir skemmdum og þakið lekur. Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld og komið að íþróttum, veðri og söngkeppni framhaldsskólanna. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum í dag. Verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Söngkeppni framhaldsskólanna. Bein útsending frá söngkeppni framhaldsskólanna sem fer fram í Háskólabíói. Lag 1, Song 1. Rómantísk kvikmynd með Anne Hathaway í aðalhlutverki. Fanny vill kynnast bróður sínum Henry betur eftir að hann lendir í bílslysi og fellur í dá. Börn. Caritas er einstæð 4 barna móðir sem í örvæntingu reynir að ná endum saman. Á meðan hún er upptekin af deilu við fyrrverandi sambýlismann sinn forræði yfir dætrum þeirra 3, áttar hann sig ekki á því að líf elsta sonarinnar, sem er fórnarlamb eineltis, stefnir smám saman í glötun. Höfðu það notalegt páska.